kabarettana í Austurbæjarbíó. Það sem margir fengu sitt tækifæri til þess að reyna sig á sviði, jafnvel í fyrsta sinn. Einn þeirra var Jóhann Möller sem lengi hefur starfað síðan sem tannlæknir í Reykjavík. Þessi kabarettar voru svona sýningar með fjölbreyttar sýningar með dans, söng. Það voru jafnvel leikatriði, það voru klassíski söngvarar sem komu þarna fram og svo dagurlög. Það segir svona stóru dráttum hvað þetta hafi verið. Þú söngst að þið virðist svona róleg lög. Varst þú aðal sjarmurinn í hópnum eða það? Nei, hjálpið alls ekki. Heldur bara, einhvern veginn féll þetta nú í minn hlut, kannski vegna þess að ég hefði meiri áhuga fyrir lögum af þessu tagi, svona balluðum, heldur en einhverju fjölmúsík. Nei, svona stór sjarmurinn þarna í þessum hóp var Alfred Klausen. Svona maðurinn með flauelsröddina sem sömur svo það. Af hverju voru lögin svona rómantísk? Mikill meiri hluti af þessu á þessum tíma. Já, ég held nú að stóru stjörnurnar út af þessum tíma voru svona menn eins og Sinatra, Perry Como og King Cole og við vorum alltaf hermettir á það ekki og þetta voru svona balluðu söngvarar. Svo komu kallar eins og Presley og þá var ég nú týndur úr þessum bransa. Það var feiki vinsælt lag með þessi sem heitir Pabbi vill Mambo. Já, það var nú aldrei mjög vinsælt hjá mér. En kannski hefur það verið meira að spila heldur en önnur lög vegna þess að það kom út á safnplötu og 33 snúninga og svo með fleiri listamenn á þarna sem var fyrst á eina lagið þangað til núna í rétt fyrir jólin þegar það kom út þarna Ástin mín ein og menn spiluðu ekki þessar gamlu plötur á því lengur í útvarpinu og þetta lag hefur kannski verið meira að spilað og fengið einhverja vinsældi þess vegna. Það er lítið fjörur en hinn. Stuttur ferill í raun og veru hjá þér en hefur auðvitað varðveist, hefur þú sjálfur sungið svona við tannlækningarna? Próflag? Nei, ég má segja að ég hafi svona lokað þessum kafla alveg. Ég fór í Mennskólann á Laugarvatni til þess að losa mig alveg frá þessu. Það reyndar söng ég í bæði kvartett og í kór á Laugarvatni. Og þá var náttúrulega skólaskemmtanir og svona og þá hafði maður gaman að vera með hjá félögunum sko. En þessi kafli lokaðist eiginlega alveg eða ég lokaði þessu hurð bara á eftir mig þegar ég fór á Laugarvatni og sneri mig þá í alvöru á náminu. Hefur haft meira upp úr þér sem tannlæknir heldur en söngvari heldur? Ég held ég hef aldrei haft mikið upp úr mér sem söngvari. Ég hef ekki trúað því. En það var gaman þessu tímabili. Ég hef ekkert viljað missa af því sko.